Þá það þriðji hlutinn af 5. kaflanum úr mannslíkamanum. Við finnum lykt vegna þess að örsmáar agnir í umhverfi okkar leysast upp og berast með vatni í raun og veru upp í nefið á okkur. Efni sem að leysast ekki upp í vatni, við finnum ekki af því lykt, til dæmis málmum, við finnum enga lykt af málmum. Þær setjast á ákveðnar skynfrumur í nefinu á okkur sem eru tengdar við taug sem ber upplýsingar hvaða efni við séum að finna lykt af til heilans. Lykt tengist minninu mjög sterklega, við geymum í minni okkar margar mismunandi lyktir, þannig að þegar við finnum lykt þá tengjum við það við þann atburð síðast þegar við fundum þessa lykt eða þegar við fundum hana oftast, til dæmis matur, þá vitum við að það er hugsanlegt að fá að borða og þá finnum við jafnvel til svengdar. Eins getum við fundið lykt af einhverju sem að skapar hættu, þá líður okkur illa og svo framvegis. Lykt getur haft mjög sterk áhrif á hvernig okkur líður. Við finnum 5 mismunandi gerðir bragðs. Við finnum sætt fremst á tungunni. Við finnum súrt hérna aftarlega í hliðunum, salt aðeins framar í hliðunum hérna beggja vegna og svo beygst. Bragðfylling er svona það sem virkar hérna í miðjunni eiginlega. En bragð virkar í raun og veru nákvæmlega eins og lykt. Það eru ákveðnir svona, hvað er þetta, bragðlauka hérna á tungunni. Inn í þá berast agnir af því sem við finnum bragð af og aftur þarf þetta að leysast upp í vatni, annars berst þetta ekki hérna inn. Og hér eru frumur sem að senda skilaboð taug til heilans hvaða bragð við erum að finna. Í húðin eru 4 tegundir nema, ein tegund sem nemur sársauka, önnur sem nemur þrýsting, en önnur sem nemur hita og svo síðasta sem nemur kulda. Við erum með mjög marga svona nema, til dæmis á fingurgómunum, á vörunum, en við erum með mjög fáa svona nema á fótleggjónum og upphandleggnum, enda eru það þeir staðir þar sem læknar til dæmis kjósa helst að sprauta fólk. Við erum minnstar líkur á að hitta á sársaukanema, þannig að fólk finni til. Augað er hannað til þess að við getum séð. Það eru 2 tegundir af frumum í auganu, þar að segja í augnbotninum, sem að nema ljósið sem berst inn í augað. Það eru stafir sem að sjá hvort það er ljós eða ekki ljós. Ef við höfðum bara stafi þá sæjum við í svarthvítu. Og síðan eru það keilur sem greina mismunandi liti. Keilurnar virka ekki nema það sé nokkuð gott ljós, þannig að í lítilli birtu þá sjáum við eiginlega í svarthvítu því að þá virka bara stafinir. Þessar frumur liggja hérna í augnbotninum því að ljósið fellur hérna inn og sjáaldrið stækkar og minnkar eftir því hvað það er mikið ljós. Ef það er mikið ljós þá er það lítið, ef það er þrengist gatið hérna því það þarf ekkert rosalega mikið ljós til þess að við sjáum, en ef það er lítið ljós, ef við erum í einhversstaðar þar sem er næstum því myrkur, þá stækkar sjáaldrið til þess að hleypin meira ljósi til þess að við eigum meiri möguleika á að sjá eitthvað. Og við sjáum hérna hvernig þetta virkar. Ljósið berst inn í augasteininn, augasteininn snýr myndin á hvolf og hún fellur hérna á augnbotnin. Og frumurnar hér nema hvort þær sjá grænt, svona brúnt, rautt eða hvað þær sjá. Og allar þessar upplýsingar berast til heilans. Heilinn snýr svo myndinni við aftur, þess vegna erum við ekki að horfa á tilveruna á hvolfi. Miðgrófin er einhvers staðar hér, þar sem flestar frumur eru. Við notum miðgrófna
grófina segi ég til þess að þegar við þurfum að sjá eitthvað sérstaklega vel, til dæmis þegar við lesum, þá beinum við bókinni þannig að textinn falli á miðgrófina, þannig erum við fljótust að lesa, þannig sjáum við best. Eins ef við erum að einbeita okkur að einhverju flóknu og litlu, þá staðsetjum við að þannig að við séum að nota miðgrófina. Blindibletturinn hins vegar er hér, þar sem að sjóntaugin kemur í augað. Því hér eru engar skynfrumur út af tauginni. Þannig að hér sjáum við, ef að hluturinn fellur akkurat hér, þá sjáum við ekki neitt. Og við ætlum að skoða það aðeins betur hér. Hér er kross og hér er fíll. Ef þið lokið vinstra auganu og horfið á krossin og færið ykkur nær eða fjær svona til skiptis, þá endar það með því að fíllinn hverfur. Það fer svolítið eftir því hvað þið eruð að horfa á þetta á stórum skjá, hvað þið þurfið að fara nálægt eða langt frá. En þarna svona getið þið fundið blindablettin. Hérna sjáu þið aðra mynd þar sem að við getum platað augun aðeins. Þessi mynd virkar þannig að ef þið starið á hann í svona rúma mínútu, þá borgar sig sjálfur sér að íta bara á pásu á myndbandinu og starið síðan á hvítan flöt á eftir, þá sjáu þið svolítið skemmtilegt gerast. Þessi hérna mynd, þetta er bara ljósmynd. Ég veit vel að hún virðist hreyfast, en þið sjáu að ef þið starið á einn hringinn, þá hreyfist hann ekki, heldur hinir hreyfast. Svo þegar þið farið að stara á eitthvað annan, þá fer hringurinn sem þið voruð að stara á áðan að hreyfast. En þetta er bara verið að plata í okkur augun. Við eigum svo að sjá eitthvað skemmtilegt út úr þessari mynd, en ég hef ekki hugmynd um hvað það á að vera. En þá er þessum hluta lokið.